Miðvikudaginn 30. júní árið 1954 safnaðist fólk saman á Dyrhólaey til að virða fyrir sér eitt allra mesta undur náttúrunnar, almyrkva á sólu. Til að verja augun hafði fólk sótað gler undir kertaloga og sumir klætt sig upp í sitt fínasta púss eins og maður á að gera á slíkum hátíðisdegi. Skuggi tunglsins tók að færast yfir landið rétt fyrir hádegi þennan dag. Fólk fann að hægt og rólega kólnaði þegar rökkvaði. Fuglar þögnuðu og kyrrð færðist yfir náttúruna. Klukkan 12:05 skall almyrkvi á í fyrsta sinn á Íslandi í 103 ár, eða síðan 1851. Almyrkvinn sást aðeins syðst á landinu, en í Reykjavík var tæplega 99% deildarmyrkvi. Almyrkvinn stóð lengst yfir í 1 mínútu og 38 sekúndur, og þegar sólin braust fram aftur færðist birta yfir landið á ný. 72 árum síðar fengi önnur kynslóð Íslendinga að upplifa sömu sýningu aftur þann 12. ágúst 2026, en þá á vestasta hluta landsins, á Vestfjörðum, Snæfellsnesi, Reykjanesskaga og höfuðborgarsvæðinu. Þetta ómetanlega myndefni tók Ósvaldur Knudsen sem staddur var við Dyrhólaey þennan dag og það varðveitt hjá Kvikmyndasafni Íslands.